En hvað segja sömu heimildir mín sjónarmið á þessum tíma? Davíð Oddsson sagði meðal annars: sumar þjóðir hafa það svo þær binda það í lög hversu mikla eignarhlutdeild einstakra aðila má vera í bönkum. Ég hygg að það sé til að mynda þannig í Noregi. Það má vel vera að slíkt gæti verið skynsamlegt að gera einnig hér á þessu landi. Að minnsta kosti ekki æskilegt að menn hafa á tilfinningunni að það sé einhver önnur sjónarmið sem ráðir stefnu banka en almenn arðsemissjónarmið eins og einhverjir þröngir hagsmunir ráðandi hóps. Og enn sagði: Davíð sagði að þó nú sé tíska að tala kjölfestu fjárfesta, telji hann að í bankastofnunum geti alveg dugað að stærstu eignaraðila sem komi til með að hafa leiðbeinandi forystu reksturinn eigi eignarhluti á bilinu 3% til 8%. Tilvitnun lýkur. Það fer sem sagt ekkert á milli mála hvert ég vildi stefna annars vegar og hver var hugur Samfylkingarinnar hins vegar. Hún barðist gegn dreifðri eignaraðild í bönkum. Og aldrei skal Samfylkingin geta rætt banka eða fjármál án þess að þessi sömu jónar svífur þeirra vötnum og það virðist ekki þurfa að borga neins til. Og alltaf var ég sakaður andúð á auðmönnum og ég verið að draga og skaða útrásar möguleika snillingana. En formaður Samfylkingarinnar hafði fleiri skýringar að gefa á hvað sá flokkur hefði getað gert betur. Það hefði verið hennar mistök að ganga inn í leyndarhjúp Sjálfstæðisflokksins, sagði hún í gær, og að hún hefði ekki tryggt meira gagnsæi. Þessi sami formaður hefur áður viðurkennt að hafa setið að minnsta kosti 6 fundi með bankasjóð Seðlabankans ásamt fleiri ráðherrum og embættismönnum þar sem afdráttarlaust var varað við alvarlegri stöðu bankakerfisins löngu áður en að endalokunum kom. En flokksformaðurinn sem talar gegnsæi hélt þessum upplýsingum leyndum fyrir samráðherrum sínum í Samfylkingunni, meira segja Jóhönnu, og því hafi Jóhanna komið eins og álfur út úr hól þegar allt hrundi. Hún reyndar lítið dálítið út eins og álfur út úr hól. Reyndar því gleymt að Jóhanna satt sjálf að minnsta kosti einn þessara funda þar sem aðvörunarorð voru hvergi spöruð. Hitt rétt að viðurkenna að öllum sem á þessum fundum komu úr báðum flokkum var ljóst að ekki var tækt að Össur Skarphéðinsson eða Björgvin Sigurðsson sætu þessa fundi, því yfirgnæfandi líkur væru á að þeir lækju öllu saman sem þar færi fram innan mjög skamms tíma og þá hefði illa farið. Það má vissulega meta það við formann Samfylkingarinnar að hún virtist í þessum efnum hafa sömu skoðun og sjálfstæðismennirnir. Við heyrðum það á haustdögum að Össur Skarphéðinsson hefði átt leynifund með Ögmundi Jónassyni myndun annarrar stjórnar en þá sem Össur satt í. Össur hefur sennilega sett persónulegt met þarna því upplýsingar þann leynifund byrjuðu ekki að leka út fyrir 10 dögum eftir að hann var haldinn. Björgvin Sigurðsson hlýtur að hafa hort hugfanginn á þetta langa þagnarbindindi Össurar, enda á Björgvin drengjametið í greininni. Össur var hjá mér í ríkisstjórn á sínum tíma og þá orti skáldið: Þið kannist öll við krataflón sem kom í valdsins hallir, þeir mega ekki sjá míkrafón, þá mígleika þeir allir. Ég heyrði í hádeginu eftir Jóhönnu Sigurðardóttur haft í dag, hádeginu í dag, að það hefði verið mistök hjá Samfylkingunni að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki. Halló? Ekki formerkin eitthvað öfug? Samfylkingin gerði harða hríð árið 2003 í nánu samráði við Baug og áróðursmaskínu hans að komast í forystu í íslenskum stjórnmálum og var allt
lagt undir. Tilraunin mistókst og var svo endurtekin 2007 og enn árangurslaust. Þá var það Sjálfstæðisflokkurinn sem ákvað að taka Samfylkinguna inn í ríkisstjórn. Hefði það ekki gerst, næsta öruggt að Samfylkingin hefði sprungið í pólitískar tætlur og formannsferill Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur verið fyrir bí. Í öllu því afsökunarflóði sem nú hvað eftirsóttast væri ekki ráð að við sjálfstæðismenn bæðum þjóðina afsökunar á því að hafa bjargað pólitísku lífi Samfylkingarinnar 2007. Ágætu vinir, það eru mörg ár sem ég tók að fá vaxandi áhyggjur á þróun íslenska bankakerfisins. Meðan ég enn gegndi störfum forsætisráðherra lét ég hefja undirbúning lagasmíðar sem hægt væri að grípa til ef í óefni stefndi við rekstur bankanna. Þetta var skammt á veg komið ég lét af því starfi. Það er engin vafi í mínum hug á því að svo óheillað þróun að eigendur bankanna eignuðust alla frjálsa fjölmiðla var til þess að þeir urðu smám saman eins og hafnir yfir gagnrýni. Það gerði næstum ógerlegt að stöðva ofvöxt þeirra útþenslu, auk þess sem flestir voru í klappliði þeirra útrásar, líka þeir sem nú vilja ekkert við kannast. Eyðilegging fjölmiðlalaganna er því mesta pólitíska skemmdarverk sem unnið hefur verið í síðari tíma sögu Íslands. Örlög fjölmiðlalaganna, þar sem löggjafarvaldi var haft undir, færðu auk þess útrásar víkingunum þá trú að nú væru þeir ósnertanlegir og þeim væru allir vegir færir. Tugmilljarða hagnaðartölur frá bönkum á ári hverju gerðu þá sem vörðu við því að ekki veri allt með felldu, ótrúverðuga og gamaldags eins og það var orðað. Á sama tíma fór nær allt bankakerfi veraldarinnar fram úr sjálfu sér. Það gerðist einkum af tveimur ástæðum. Vöxtum var haldið óeðlilega lágum allt of lengi af stærstu seðlabönkum heims og á sama tíma var sú stefna uppi að bankarnir ættu sjálfir að annast eigið eftirlit og áhættu mat í mun stærri stíl en áður. Sú stefnubreyting hefði getað gengið og gengið ágætlega upp ef því hefði fylgt að ríkisvaldið tæki ekki ábyrgð á bönkunum, kynnu þeir ekki fótum sínum forráð. Ef fyrir hefði legið að bankarnir störfuðu á eigin áhættu, myndi aðhald innistæðu eiganda verða mikið og þeir myndi ekki líða viðskiptabönkum að þeim væri breytt eins og hendi veri veifað í áhættusama fjárfestingarbanka. Allt sem fór aflega annar staði gerist líka hjá okkur, en við fórum verr út úr því vegna þess að þær grundvallarreglur sem þó voru í gildi voru brotnar illa hér og í mörgum tilvikum túlkaðar ótrúlega frjálslega. Þær snerust krosseignatengsl og lán til einstakra aðila og hvað þau máttu vera mikil með hliðsjón við eignum viðkomandi banka og lánafyrirgreiðslu til eigenda bankanna sjálfra. Brjálæðisleg samþjöppun í viðskiptalífinu bætti ekki úr og á endanum var svo komið að einn aðili skuldaði öllum bönkunum fjárhæðir sem voru því sem næst allt eigið fé allra bankana og aðrir aðilar og eigendur hefðu einnig fengið að safna stórkostlegum skuldum. Eftirlit með slíkum þáttum var fært frá Seðlabankanum fyrir áratug síðan.